Viltu heita brauðsneið? Nei, ég vil bara heita Berglind. Svona hljómar gamall en frábær brandari. En þetta ekki lengur aðhlátursefni heldur dauðans alvara. Því ef ný lög mannanöfn á fram að ganga raunveruleg hætta á því að allir Íslendingar heiti brauðsneið innan fárra ára. Segðu mér allt sem þú veist mannanafnanefnd. Mannanafnanefnd starfar eftir þessum mannanafnalögum. Lögur mannanöfn voru sett á sínum tíma til þess að vernda hefðir. Með það markmiði að aðgreina fólk og mismuna því. Aðskilja konur, menn, útlendinga, kynþætti. Mér heyrist þú vera kannski svona smá óánægður með þessi lög. Já, ég myndi segja að ég væri meira en óánægður með þau. Mér finnst þetta bara svona ólög, mér finnst þetta eitthvað svona almestu drastlög sem bara fyrirfinnast hér á Íslandi. Og frumvarpið sem að Viðreisn og fleiri voru að leggja fram snýr að því að breyta þeim frekar mikið. Þetta svo mikið grundvallafrelsi. Mér finnst í raun og veru alveg til skammar að við höfum nokkuð tímann látið okkur detta í hug að setja lög það hvað fólk megi heita. Mér finnst þetta svo galið. Heldur þú að það hefði gert líf þitt betra eða verra að heita venjulegu nafni? Betra í dag, verra þegar ég var ung. Því þá langaði mig að heita Silvía Ýr. Þannig að þá fannst mér Guðrúnarnafnið ömurlegt. En mér finnst það mjög gott í dag. Og ég hugsa að það yrði rosa einfalt allt ef allir hétu bara Guðrún og Jón, Jón og Gunna. Ef þú mættir heita eitthvað annað, hvað myndir þú vilja heita? Þrúðmar. Þrúðmar? Hvað finnst þér þessi lög sem að banna fólki að heita bara eitthvað? Mér finnst þau skrítin en mér samt að fólki alveg hugsa sér tvisvar sko. Áður en að dóttir heiti bara eitthvað Panna eða eitthvað skilur. Árið 1997 dóttir mín frumburðurinn skírð Blær. Svo nokkrum mánuðum síðar þá mætir presturinn til mín og segist hafa gert mistök og nafnið hafi ekki verið á þessum lista og þá fer ég náttúrulega með þetta fyrir mannanefnd. Þá segir hann, viltu ekki bara keyra yfir á rauðu ljósi og segja svo bara eftir á við lögguna að þetta voru bara mistök. Stemming. Þannig hún fekk bara heita stúlka þá hún var 16 ára og við fórum í mál við ríkið og unnum það, en núna fer hann loksins að heita Blær í vegabréfi og öllu. Þú breyttir þínu nafni, hvernig gekk það? Það gekk rosalega vel. Ég gerði það bara svona eðlilega. Ég bjó út í Bandaríkjunum og bara sótti nafnabreytingu þar og hafði rétt á því og gerði það og Þjóðskrá reyndi að taka ekki mark á því en varð að gera það. Vilt þú heita Samlokuseggi? Nei, ég vil ekki heita svona. Ég vil bara heita Sigurður. Ég er stoltur af því.